Jæja, Matthías, sigur í dag, sigur markið hjá þér í dag. Já. Hvernig líður þér leikinn? Mér líður bara mjög vel og já, geta á skora og unni gott lið sko á erfið mútvelli, þannig að það er bara geðið. Þú lítur bara, og þið líður sjálf bara ánægðan bara með frammistöðunum í dag? Já, fengum leiðileg mörk á okkur. Mér fannst við vera betri í fyrri og þeir skoruðu skítamörk. Og já, bara geta komið tilbaka og klára þetta í lokin. En ég meina að fá þessi skítamörk og samt halda haus og vinna, það er bara Já, karakter. það er geðvitt og við gerðum það líka mútið Vestra sem að við komum tilbaka þá var 3-3 og 50 mínútu eitthvað. Þannig að já, það er bara geðvitt, góð karakter og já. Þú veist, þú er búinn að skora 3 mörk í, 2 leikjum? Já. Þú veist, þú bara kemur alveg fljúgandi inn í mótið? Já, bara geðvitt að fá að spila og skora. Þú varst hjá Val og kemur þá til Gróttu í vetur. Já. Af hverju er það? Bara sá ekki fram á það að spila í Val og minnir að þeir hafi sagt af við mig að vildi ekki lofa mínútum og var tækifæri að fá að spila mikið fótbolta og já, eins og ég er að gera núna, byrja alla leiki og standa mig, þannig að já, bara Valur gat ekki lofa með mínútum og Grótta gat leyft mér að spila sko. Þannig að þið og Rúnar bara tóku samtalið og... Já, ég var náttúrulega ekki samningsbundinn Val, þannig að ég fór á fund með Gróttu að fara á lán, mér langaði að fara á lán, en Grótta sagði við mig að ég vilja ekki fá lánsleikmenn og mér leist það vel á Gróttu og Rúnar og alla þar, að bara ég stökk á þetta og skrifaði undir tekjur á samning. Og ég meina Projectið, þú bara ánægð með það? Hæ? Projectið hjá Rúnari? Já, bara hann er geggjaður sko, dýrkan ekki að. Hvernig lítur þú bara fyrir næsta leiki? Hæ? Hvernig er svona stemmingin í hópnum og fyrir Hún er næsta leiki? geðveik, sérstaklega, það er ekkert verið að búast við því að við séum að vinna Þrótt á útivelli eða bara að vera safnið þessu stigum eða komast áfram í bikar, þannig að hún er bara geðveik og já, betur en ég held sko.